Hæ, ég heiti Oddfreyja og ég var að koma af 9 mánaða námskeiði hjá Star Coach. Það er fyrsta árið sem þar eru með og já, það er sko mikla breytingar búin að vera á mér. Ég fann að bara strax á öðrum mánuði hvað mér leið betur, ég var öruggari í mér og og fólk í vinnunni var farið að spyrja, byrju, hvað ert þú að gera? Og ég náttúrulega deildi því með þeim og af því að þau sáu svo mikið mun á mér. Þannig að ég fannst æðislegt. Það er fólk tekur eftir, sko, ekki bara ég. Það er búið að ganga á ýmsu, þú veist, maður hefur alveg verið í smá drama, kasti, það er náttúrulega verið að hreyfa og róta upp gömlu dóti sem löngu tímabært að koma út, en já, erfið en ótrúlega góð vinna og skilar bara frábæra árangri, eins og ég segi. Þú veist, ég fann þetta, svo stendur maður sig að því bara einn daginn, þá var ég bara svo reið yfir öllu, bara alveg sama hvað það var, ég var bara reið. Og svo vaknaði daginn eftir og það var aftur bara brjálið yfir öllu. Og ég var bara loksins á 3. degi og búin að hlusta á sömu hugleiðsluna sko, frá þeim allan tíman. Þá þú veist, þá allt í einu fattaði bara, þú veist, í upphafi hugleiðsluna er talað þú ætlar að leyfa gömlum tilfinningum að koma upp. Og ég bara, já, einmitt, takk fyrir þetta. Þetta er bara gömul reiði að losna. Og það fannst mér bara frábært og gott að losna með hana. En það svona einmitt hjaðnaði þegar ég fattaði þetta. Bara, þá hætti ég að vera svona reið. Og svo náttúrulega bara, já, maður er bara einhvern veginn öruggar með sig. Ég allavega ákvað það að segja upp í þeirri vinnu sem ég er í og fara að gera bara aðra hluti sem ég hef meiri áhuga á. Þó að þessi vinna sem ég var í hafi verið bara mjög yndislega líka, en bara ótrúlega erfið. Og stuðningurinn frá kennarunum er náttúrulega bara til fyrirmyndar. Þú veist, það er náttúrulega vissi tíma, svona einkatíman sem að fara hjá þeim, en það er alltaf að tala að það er ekkert mál að leita til þeirra ef það er eitthvað. Þannig að það er líka gott, þú veist, maður þarf alveg á því að halda þegar maður er að vinna svona djúpa vinnu og svona. Hvað get ég sagt fleira? Já, það er svona eiginlega bara í hnotskurn þetta námskeið. Svo er ég líka búin að fara á Englaríki námskeiðin, klára það. Og það er nú líka bara eitthvað annað level í heiluninni, sko. Mér finnst það bara yndislegt. Maður tekur stundum bara eftir svo hendurnar á manni bólni út og verður miklu stærri eða það er breytt lit og maður er bara, hvað er að gerast? En, þú veist, það er bara magnað, ótrúlega magnað. Ég hef alltaf verið skotin í englum, sko, frá því ég var krakki. Það var bróðir minn sem að fekk engil í heimsókn þegar hann leið sem verst, var slasaður og við vorum nýbúin að missa mömmu okkar. Og og hann er þarna frammi eina nóttina og er að biðja bara, 12 ára gamall. Og svo sagði hann bara, það kom bara þvílíka birtan, ég sá bara engil og tilfinningin sem fylgdi þessari heimsókn og bara svo mikið hlýja og kærleikur. Og mér fannst það var svo fallegt. Ég að sjálfsögðu byrjaði að vænan lygar. Það hlýtur nú að vera að ljúga mér, en hann var svo sannfærandi og ég tók þetta inn og hef alltaf bara haft með mér þessa trú og beðið hjálp þegar ég þurfti á hann að halda og hún alltaf komið. Já, talandi þetta 9 mánaða námskeið, krakkar. Ég byrjaði þessu námskeiði pínu svona í mínus á mínum reikningum. En það sem ég bað einmitt, þegar við vorum að laða að okkur svona ýmislegt og í dag, þetta er svo magnað, sko. Ég
var sem sagt í rúmri 1 milljón í mínus. Það engin mínus núna. Takk og bless. Ég hef ekki meira að segja. Þetta bara, ef þú vilt ekki þetta, þá veit ég ekki hvað. En ég sé ekki eftir neinu og ég bara spennt að halda áfram. Mjög spennt. Takk fyrir mig.